Komið þið blessuð og sæl. Allt breytingum háð. Eldgos móta ásjónu Íslands og samfélagið tekur stakkaskiptum. Allt kallar þetta á vísindarannsóknir og í þessum þáttum ætlum við að skyggnast aðeins inn í þær rannsóknir sem fara fram innan Háskóla Íslands. Á fáum stöðum á jörðinni eru vísindamenn í jafn nánum tengslum við eldsumbrot og hér á Íslandi. Segja má að rannsóknir á gosinu í Eyjafjallajökli hafi staðið yfir þegar eldsumbrotin hófust í Grímsvötnum. Rannsóknir íslenskra jarðvísindamanna vekja oft heimsathygli, en að eiga forsíðugrein í Nature, einu virtasta vísindatímariti heims, eru alltaf stór tíðindi. Freysteinn Sigmundsson, jarðeðlisfræðingur við Háskóla Íslands, einn höfundagreinarinnar, en í henni fjallað aðdraganda eldsumbrotanna í Eyjafjallajökli. Rannsóknir á hegðun eldfjalla sem hafa sofið lengi eða legið lengi í dvala. Þar eru tiltölulega fá dæmi þar sem við geta fylgst vel með aðdraganda eldgosa. Og atburðarásin í Eyjafjallajökli er sérstök á því leyti að þar höfum við mjög góðar upplýsingar. Það sem kemur í ljós að það voru stök kvikuinnskot yfir 18 ára tímabil. Það var nú eiginlega ekki fyrr en sprengigosið hófst sem við áttuðum okkur svona á samhengi þessara innskota við sprengigosið. Þannig að það var sem mikið magna kviku sem kom inn í fjallið en það hafði ekki hitt á þessa bergkviku sem hafði legið lengi líklega undir miðjufjallinu. Og það er rauninni þegar þetta innskot kemur í snertingu við kviku sem liggur fyrir í dvala undir eldfjallinu, þá getur atburðarásin farið mjög skyndilegum böndum og sprengigos orðið. Þetta gæti verið dæmigerð atburðarás annars staðar í heiminum. Með markvissum rannsóknum á innviðum Eyjafjallajökuls og annarra eldfjalla vinna jarðvísindamenn að því að komast svo nærri eðli þeirra að hægt sé að sjá fyrirfram hvar og jafnvel hvenar muni gjósa næst. Rannsóknirnar og það sem við erum að gera, þessi náttúrulega framþróun vísindana sem við stundum, að hún hefur orðið til þess að við erum farin að geta séð fyrir hvort að gos sé í nánd. Hagnýta gildið náttúrulega fyrst og fremst viðvaranir sem menn geta gefið og svo eins þegar að gosi farið að stað að geta sagt til hvurslags gos sé og þar með hjálpað til við stjórnun viðbragða í nánd við eldfjallin. Annað sem að eldfjallarannsóknir leiða til að það náttúrulega hinn eilífa leit að uppruna jarðarinnar og uppruna sólkerfisins og allt það hvernig þetta varð allt til og eldfjallafræðin ein lykil greinin í því. En rannsóknirnar snúast líka gjóskuna. Ármann Höskuldsson í hópi sérfræðinga sem hafa unnið að rannsóknum á gríðarlegu magni gosefna úr Eyjafjallajökli. Eftir að gosinu lauk fór hann ásamt hópi vísindamanna á jökulinn til að meta áhrif eldgosins. Jarðvísindamenn Háskólans telja að heildarmassi gosefnanna hafi verið nærri 400 milljónum tonna. Það samsvarar þyngd 400 milljón smábíla. Það sem við erum að skoða hérna er náttúrulega að reyna að stúdera eldgosi og hvað fór mikið af ösku upp í loftið og hvað mikið efni barst úr eldfjallinu og bara reyna að skilja þessa prósessa, hvað er að gerast og það er það sem er svo rosalega spennandi. Eldfjöll eru náttúrulega fyrir jarðvísindamenn mjög heillandi og það er svona áhuginn og sem að drífur fólk áfram, fara til þess að brölta hér upp til og vinna hér í súldinni og sem nú svo sem ekkert neða brauð. Allt þetta liður í því að skilja þetta gos sem allra best. Við þurfum að átta okkur á því hvers er von, hvað getur gerst, það er öryggisatriði, hvernig hegðar þetta gos sér, hvað lærum við að því önnur gos og það hjálpar til við að gefa sem best ráð almannavörnum og með þekkingunni á því hvernig einstök eldfjöll hegða sér, þá nálgumst þetta markmið. Öskufallið í gosinu í Grímsvötnum var mikið og það sama á við gosið í Eyjafjallajökli. Með aukinni þekkingu og rannsóknum á eldfjöllum má spá fyrir hugsanlegt öskufall samfara eldsumbrotum.
Slíkt getur flýtt fyrir rýmingu á svæðum þar sem áhrif eldfjallanna eru verst. Við Háskóla Íslands eru einnig rannsökuð áhrif öskunnar á fólk. Upphaflega þegar gosið brast á þá var þetta mikill ótti við að þessi Eyjamýri og sást nú all út úr augum og væri að hafa bráð mjög skaðleg áhrif á öndunargetu. Við sluppum vel, sums staðar hafa gosefni haft mjög slæm heilsufars áhrif og ég held að sé okkur mikilvægt búandi á þessum stað og hafa upplifað þetta að við leitum svara við því hvort það séu ekki bara skammtíma áhrif af þessar ösku og því sem fylgdi gosinu, heldur hvort það séu langtíma áhrif og þá bæði á lungu, annað heilsufar og auðvitað ekki síður á hvernig fólki líður. Þegar hugað að rannsóknum á áhrifum náttúruhamfara á fólk, horfa vísindamenn ekki einungis til líkamlegra þátta, því sálræn áhrif ekki síður verðugt rannsóknarefni. Við vitum það að náttúruhamfarir hafa áhrif á heilsufar fólks. Það ljóst að það þarf að taka fullt af ákvörðunum þegar slíkir atburðir eiga sér stað. Og við reynum að skilja hvaða viðbrögð eru góð í slíkum aðstæðum og hver eru slæm. Og þá reynum við að skilja það út frá því hvað hefur áhrif á langtíma heilsufar þessa fólks. Yfirleitt gerast náttúruhamfarir mjög snöggt og þau ganga fljótt yfir. En það má segja að íbúar Eyjafjallajökuls eða í kringum Eyjafjallajökulssvæðið hafi verið að búa við þessar aðstæður í rauninni náttúruhamfarinnar í marga mánuði. Og það óvenjulegt og verðugt rannsóknarverkefni að skilja hvaða áhrif það hefur haft á þeirra heilsu. Já, Jesús! Þetta allt annað loft! Hvernig á ég að komast? Heyrðu, hættu þessu! Það nú þannig að eldgos verða oftast í löndum sem ekki hafa jafn sterka innviði eins og við hérna á Íslandi. Þannig að við höfum hérna tækifæri til þess að skoða hvort það að upplifa eldgos hafi langvarandi áhrif á líkamlega og andlega líðan. Við spyrjum til dæmis stuðning sem var veittur þarna á staðnum eins og frá hjálparsveitum og eins og frá Rauða krossinum og þannig. Þannig að við getum séð hvaða áhrif slíkur stuðningur hefur og hvað hægt að gera betur í framtíðinni. Áhrif óblíðrar náttúru verðugt rannsóknarefni sérfræðinga Háskólans í lýðheilsuvísindum og það á einnig við í jarðskjálftaverkfræði. Jarðskjálftar eru hér algengir og sumir geta verið býsna harðir. Við rannsóknarmiðstöð í jarðskjálftaverkfræði á Selfossi ekki einungis unnið að því að kanna orsakir og eðli jarðskjálfta, því Benedikt Halldórsson og samstarfsmenn hans leggja hart að sér við að bæta hönnun mannvirkja svo að þau þoli betur álag í hörðum jarðskjálftum. Í sprungu í Hveragerði hefur verið komið fyrir jarðskjálftamælum sem sýna óvenju vel hreyfingar á jarðskorpunni. Þessir mælar komu að góðum notum í Suðurlandsskjálftanum árið 2008 sem var afar harður. Við teljum öruggt að það hafi farið yfir hönnunarviðmið flestra allavega eldri mannvirkjum. Engu að síður þá stóðust mannvirkin álagið tiltölulega vel. Innbúið fór koll í langflestum tilfella og þar mesta tjónið en burðarvirkin þoldu þetta. Og það var dálítið sérstakt því að við áttum von á mun meiri skemmdum. Í þessu tilfelli þá á jarðskjálftinn stað á 2 aðgreinilegum sprungum. Og þessar bylgjur, þær breiðast út til allra átta. Það sem okkar mælingar sýna í smáatriðum frá hverri sekúndu til annarra hvernig þessi hreyfing átti sér stað. Og hún byrjaði þannig að fyrst færðist Hveragerði tiltölulega rólega, svona kannski á 1,5 sekúndu færðist Hveragerði svona 6 cm til þá vest-norðvesturs. Síðan kýlist Hveragerði norður svona 10 cm á 1 sekúndu. Kemur síðan aðeins tilbaka til öst-suðausturs, svona kannski 4-5 cm. En flengist síðan til norðvesturs alltaf 30 cm. Og það gerist á 1 sekúndu. Kemur síðan tilbaka til þá suðausturs, aðeins tilbaka, svona 10-15 cm. Og þar staðnæmist Hveragerði. Þetta var yfirstaðið á svona 4-5 sekúndum. Þessar mælingar sem við eigum þarna í Hveragerði,
Þær eru einstakar á heimsmælikvarða má segja. Til að átta sig betur á niðurstöðum þessara mælinga best að skoða hreyfimynd vísindamannanna og upptökuna úr öryggismyndavélinni samtímis. Spurningin sem situr eftir auðvitað sú, hverju þessi rannsóknarvinna skilu okkur. Og vonandi getum við lært eitthvað af því sem nýtist þá í framtíðinni við jarðskjálftahönnun. Álagið á mannvirkin vissulega mikilvægt rannsóknarefni, en hvernig eru áföllin sem leggjast á þolendur jarðskjálfta og náttúruhamfara? Já, það eru eins og áfallastreitu röskun. Það talið vera líklegast algengasta afleiðing áfalla en áfallastreitu röskun alvarleg kvíðaröskun sem einkennist af endurupplifun áfallsins, flótta frá minningum og atburðum tengd áfallinu og einkennum ofurárvekni, til dæmis að vera talsvert á varðbergi. Við vitum líka að kvíði og þunglindi og áfengis- og vímuefnanotkun eykst eftir áfalli á ákveðnum hópi. Það eru flestir sem að upplifa einhver einkenni eða viðbrögð við áföllum og svo spurning hvað þau vara lengi og það það sem að maður kannski að reyna að fyrirbyggja. Þau vari óþarflega lengi. Við getum þess vegna lært af þessum náttúruhamförum sem við verðum fyrir hér. Hvernig við eigum að bregðast við þá í þessum óhjákvæmilegu náttúruhamförum í framtíðinni. Hvernig ætlum við þá að bregðast við? Til dæmis með hvað var það tíma? Hvenær best að bregðast við og gera hvaða hluti? Líkur á því að mati sérfræðinga við Háskóla Íslands að landið taki miklum breytingum á næstu áratugum og öldum. Jöklafræðingar háskólans stunda nú viðamiklar rannsóknir á afkomu jökla á Íslandi. Þeir hafa komið fyrir búnaði á flestum jöklum til að meta ástand þeirra og þeir hopa hratt. Margt getur fylgt bráðnun jöklana sem ekki víst að við kærum okkur um. Nú búið að mæla afkomu jökla í tæp 20 ár og við vitum vel að það þannig að vetrarsnjórinn það bil nógu mikil til að halda jöklunum við. En sumarleysingin hefur verið miklu meiri. Það bráðnar cirka 2-falt meira heldur en þyrfti til að þið væru í jafnvægi. Út frá reikninglíkunum sem hafa verið keyrð, þá vitað að jökullinn mun hörfa mjög hratt og hann mun hverfa við óbreytta viðraðstæður á svona 150-200 árum. Það sem þýðingin fyrir virkjanirnar fyrst og fremst sú að á næstu áratugum, næstu kannski 5-6 áratugi, þá mun aukast leysingavatn frá jöklunum. Landsvirkjun hefur þegar tekið tillit til þess og það verið að stækka eða auka orkugetu sumra virkjana. En eftir kannski 50-60 ára þá mun minnka rennsli frá jöklunum vegna þess að þá hafa þeir einfaldlega skroppið of mikið saman og svo hverfa þeir alveg. Og það þýðir að allt vatn sem fellur til virkjana þá bara rigningavatn sem fellur jafnóðum. Það mun áfram að rigna. Það rigningin sem skiptir máli. Það sem kemur á jöklunum einfaldlega bara úrkoma vetrarins. Þannig að ef að jöklarnir hopa eða hlýnar eitthvað að ráði þá mun hugsanlega að vera jafnari rennsli í ám ef eitthvað sem kostur fyrir rekstur virkjana, myndi ég segja. Þegar að jöklarnir hverfa þá léttir fargi af landinu, þá fer það að rísa og þegar að Vatnajökull væri algjörlega horfinn og landið búið að ná sér, ná jafnvægi, rísa upp og stilla sig inn á þetta nýja ástand, þá það orðið 100 metrum hærra en það núna. Þetta veldur einnig því að það talið að það aukist eldvirkni vegna þess að þegar þrýstingi léttir svona á kvikuhólfum sem eru grunnstæðum kvikuhólfum, þá þegar mikið mál líklegra að nái að sprengja sig upp. Fegurð jökulsins ótvíræð, en hvað heillar vísindamannin? Það sem heillar mig, það þessi einfalda fegurð. Þetta svo einfalt, það bara hvít breiðan og síðan stíginn sem geta reyndar verið marglitt. En þetta svo einfalt og fallegt. Jökullinn kallar ekki bara á athygli jarðvísindamanna því að ísköld og háleit ásjónan átta til að lauma sér inn í skáldskapinn. Þetta kallar á rannsóknir frá listrænu sjónarhorni. Jöklarnir myndi ég segja, svona ein hlið á þessum áhuga skáldana á hinnu ægifagra, hinnu háleita eins og það líka kallað. Þessir ógnarkraftar sem náttúran býr yfir og hafa áhrif á líf okkar, en þessi kraftar eru líka leið heillandi. En hins vegar oft eins og hugur skáldana leiti líka í þetta græna í tilverunni og þau yrkja mikið sveitasælu í aðra röndina
Þannig að þetta eru þessar tvær hliðar á hinu háleita eins og það birtist í skáldskap. Og það í sjálfu sér þannig auðvitað í veruleikanum að náttúran stórhættuleg, þó hún sé líka falleg. Jökullinn dálítið merkilegt náttúrufyrirbæri fyrir Reykjavík og reyndar fleiri þéttbýliskjarna og mjög raun og veru magnað dæmi um það hvernig náttúran kemur til byggða. Þetta náttúrulega gamalt samspil í menningarsögunni og í bókmenntunum til dæmis, þetta samband náttúru og byggða og sveitar og borgar og svo framvegis. Hann eiginlega eitt af fjöllum Reykjavíkur. Þannig að ef hann hverfur þá höfum við mist mikið, því þá hættir hann að ganga hér á land eins og segir nú meðal hans í bókmenntum, til dæmis í ljóði eftir Steinu Sigurðardóttur og í smásögu eftir Ísak Harðarson. Þar í báðum tilvikum því lýst hvernig jökullinn nálgast Reykjavík og bókstaflega virðist koma hér upp að borginni. Og þetta ein sterkasta náttúrureynsla margra Reykjavíkinga. Jöklarnir hafa mikið aðdráttarafl fyrir ferðamenn, en það hafa líka spendýrin í hafinu. Við rannsóknarsetur Háskólans á Húsavík eru stundaðar rannsóknir á sjávarspendýrum. Það á vel við því bærinn einn helsti ákvörðunarstaður hvalaskoðenda á Íslandi. Táknmál hvalana hefur lengi vakið athygli okkar mannana. Altså i Island der hvidnæsdelfin. Den findes kun i Nordatlanten. Og Island et rigtig godt sted at studere dem, fordi de kommer så tæt ind på kysten. Og der har jeg optaget rigtig mange lyde fra dem. Og jeg for nylig fundet ud af, at for eksempel jeg har optaget fløjt her i Skjalfarnebugten. Og så sammenlignet med fløjt, jeg har optaget nede i Faxaflorabugten. Og de er meget ens, så det tyder på, at der ikke nogen dialekter mellem hvidnæserne heroppe og hvidnæserne i Faxaflora. Men man ved fra andre delfiner andre steder i verden, for eksempel dem der omkring Hawaii, de har dialekter. Så dem her om Island, de er anderledes end andre delfinarter. One language that they all speak. Ja, det ser sådan ud. Ja. Rannsóknir á hvölum afar áríðandi að mati vísindamanna. For me, I think it's important because for our future generations, if we want to still see whales, 50 years from now, it's a good start to start seeing, the importance and what the value is in preserving them and what affects them, and, by what we do. Stúdentar frá erlendum háskólum eru gjarnan fjölmennir við rannsóknarsetur Háskólans á Húsavík, en áhugi á rannsóknum á sjávarspendýrum nær langt út fyrir landsteinana. Ef þannig má að orði komast. We're looking at the bay from the lighthouse because we're able to see much farther from here than from the boat, and from here we can also track the behavior of the whales with boats around and when they're not present, versus if we were only to track behavior from the boat, there might be some different behaviors that we were not observing. We are looking at the interaction between the tourism and the wildlife. You're trying to figure out if there's any disturbance here, and also to be able to have some guidelines of like the best practice or how to approach the animals without disturbing them. Med den nye teknik, vi har i dag, der er der mange ting, man kan undersøge, som vi ikke kunne tidligere. Altså for eksempel har man for nylig udviklet sender, så man kan ligesom sætte en lydoptager på hvalen, så man så kan optage, hvad de siger. Så kan man også sætte kameraer på, og så man også får dykkeinformationer. Så der er meget information, vi kan få i dag, som man ikke kunne bare for 5 år siden. Úr hvölum yfir í þyrlulækni og dósent í læknisfræði sem hefur afar merkilegan áhuga á hvölum og sjóveiki. Ég byrjaði að vinna sem læknir á þyrlu Landhelgisgæslunnar og þá fékk maður náttúrulega kynnast sjónum og sjómönnum og fór að átta sig á því að tíðni slysa náttúrulega há út á sjó og hún reynist vera líka há meðal sjómanna þá þegar þeir eru í landi. Og ég fór einmitt að tengja sem sagt sjómennskuna og slys á sjó og vandamál á sjó við einmitt sjóveiki og þannig kviknaði þetta nú allt saman. Rannsóknir Hannesar beinast að hlutverki innra eyra mannsins í stöðustjórnun á sjó. Hann vill sjá hvernig hvalurinn hefur leyst sín vandamál í því óstöðuga umhverfi. Hvalurinn dýr sem bjó á landi og hefur eflaust þjáðst af sjóveiki, þá hann fór fyrst úti fyrir þetta kannski
80 miljón árum síðan og væntanlega hefur hvalurinn orðið sjóveikur. Og til þess að átta sig á því hvernig hann leysti það vandamál, að þá fór ég að velta fyrir mér, eitthvað þarna sem við getum lært og notað til þess að þá að hjálpa manninum sem óhjákvæmilega vegna starfa sinna eða ferðalaga þarf að ferðast á sjó eða þá líka, því að þetta á þá við í rauninni alla hreyfiveiki, hvort heldur sem í bíl, flugvél eða skipi. Og þetta sem sagt miðeyrna vökvi hérna. Og það sem ég ætla að gera við þennan vökva, og það áhugaverða við vökvan þetta, inniheldur vökvinn sem sagt efni eða frumur sem benda til þess að það sé krónísk bólga. Leyst hann þetta sem sagt í upphafi sem einhvers slags svar við krónískri bólgu. Nú síðan tökum við búlluna eða þessa beinkúlu. Þannig að hér innræðrað. Inn í þessu sem sagt kuðungurinn, liggur hér. Og svo það allt líffæri jafnvægiskynsins sem koma hérna upp, bógöngin og annað slíkt. Og það fyrst og fremst sem sagt þessi jafnvægiskynsluti sem ég hef áhuga á. Vonandi geta þessar rannsóknir á hvalnum hjálpað íslenskum sjómönnum. En úr rannsóknum á hvalbeinum yfir í aðrar á beinum Íslendinga frá síðmiðöldum. Rannsóknir hafa staðið yfir á Skriðuklaustri í Fljótsdal í nokkur ár. Fornleifafræðingar hafa opnað fjölmargar grafir og beinafræðingar vinna því að bera kennsl á sjúkdóma úr fortíðinni. This one has chronic ear infection and that's visible because the skull happens to be broken. So in this case it's easy to see these pores on the inside of the skull which are a result of that bacterial infection. Þessir fornu Íslendingar væntanlega hafa þeir haft eyrnabólgur sem börn líka og mjög líklega. Þannig að á þeim tíma voru ekki þessi meðul og þessar lækningar sem við höfum í dag. Þannig að þeirra miðeyrnabólga, það að segja í börnunum á þessum tíma, hún þróaðist yfir í krónískan sjúkdóm. Steinunn Kristjánsdóttir, dósent í fornleifafræði, stýrir uppgreftrinum á þessu kaþólska klaustri frá síðmiðöldum. Við höfum grafið upp hérna 200 beinagrindur og 140 af þeim eru bein sjúklinga sem hafa leitað hingað og klaustrin voru skylduð til þess að jarða þá sem dóu í þeirra umsjón. Þannig að hingað hafa leitað, minnstakosti þessir 140 á þeim 60 árum sem klaustrið var starfrækt og ég ætla nú rétt að vona að þeim hafa nú tekist að lækna einhverja, þannig að þetta allavega þeir sem dóu hér, að þeir eru 140 og þetta mjög mikið fyrir 60 ára tímabil. There's been a lot of tuberculosis cases and not so sure about leprosy cases as yet, which is interesting. Because leper hospitals throughout the rest of Europe were dedicated and known as such, and here we're still on the lookout for leprosy. We're finding lots of treponemal disease, syphilis, and tuberculosis and other non-specific infections. And we also have to consider that Icelanders have historically been living in turf houses and perhaps not the cleanest conditions. Smoke from the fires could have caused irritation in the upper respiratory tract and all of that systematically lowers your defenses, as well as cold weather. So all of these things make great conditions for these diseases to thrive. Rekstrartími klaustursins mjög stuttur, það var rekið í 60 ár, sem þýðir það eiginlega við getum lítinn stuðst við til dæmis kolefnisaldursgreiningar vegna þess að skekkjumörk og mikil á þeim. En aftur á móti koma gjóskulegina mjög góðum notum og við erum mjög heppin hér hvað þetta varðar vegna þess að við höfum skýr leiðandi lög sem við getum stuðst við. Svarta lagið, það gjóska úr gosi í Veiðivötnum árið 1477 og klaustrið stofnað 1493 þannig að byggingarnar hreinlega standa ofan á þessu lagi. Þetta sem sagt þessi Veiðivatnagjóska sem ég að tala og klaustrið hreinlega byggt ofan á þetta lag. Við höfum annað lag hérna fyrir neðan, þetta hvíta. Þetta gjóska sem féll hér við gos í Öræfajökli árið 1362 og við höfum það sem sagt til viðmiðunar til þess að aldursgreina þetta. Það sem sagt samhengi jarðlaga hérna sem að segir okkur hvaða lög þetta eru. Og við sjáum til dæmis að grafirnar sem við erum að grafa upp að þær eru teknar í gegnum þetta lag sem það var hérna á staðnum þegar fólk var jarðað hérna. Beinasafnið á Skriðuklaustri gefur vísbendingar heilsufarsögu Íslendinga.
En það ekki bara Íslendingar sem að sýna þeirri sögu áhuga. Glenn Ritchie frá Bretlandi líka að grafa, en hvers vegna? Being able to physically touch the past and gives us an understanding of where we came from. Ég myndi telja að þessi uppgröftur hafi breytt sýn okkar á klaustur á miðöldum hérlendis. Það hefur komið í ljós að byggingin miklu stærri heldur en nokkuð tíma var gert ráð fyrir og það hefur líka komið í ljós að hér var rekinn spítali. Við sjáum það að hér voru ræktaðar lækningajurtir. Nú hefum við fundið nokkra svona bílda sem voru notaðir til blóðtöku. Svo náttúrulega var beðið fyrir fólki. Fólk leitaði hingað til þess að láta biðja fyrir sér og það náttúrulega hefur verið partur af lækningsstarfseminni. Rannsóknir á kríunni hafa staðið yfir nokkur skeið. Krían ver varpið sitt með þrálátum loftárásum og þótt hún beri sig vel á hún í mestu erfiðleikum. Hér erum við að fylgjast með vaxtarþroska unga og hvað þeir fá að éta og erum að fylgjast með framgangi þessa varp á tímum, tímum krepputímum hjá sjófuglum. En síðastliðin ár hefur verið mjög lélegt varp og varpárangur mjög dræmur hjá mörgum sjófuglum á Suður- og Vesturlandi og krían hefur ekkert farið varhluta að því og okkar spurningar leita að því að finna svöru því hverju veldur. Og við höfum svona komist að því að þeir ungar sem að þeir að drepast úr hol og afkoman afskaplega léleg. Til dæmis hér á Rifi þar sem við erum með eitt af stærstu kríuvörpum landsins og hér voru 90% afföll í fyrra. Þessi vika núna næsta, hún verður mjög mikilvæg sem að mun ákvarða það hvort að þessir kallar hérna ná að verða fleiri eða ekki. Við erum farin að tína fyrstu dauðu ungana og þeir eru að drepa svona sem lítinn grey. Þessi hérna er svolítið sniður af því að hann með hérna fisk í munnunum. En þetta ekki samtímið. Þannig að þá er spurning hvað þurftu kríurnar að hafa mikið fyrir því að ná í þetta seili. Freyti segir að niðurstöðurnar í rannsókninni muni bæði auka þekkingu á lítt rannsakaðri tegund og nýtast breiðum hópi vísindamanna og stjórnvöldum sem vinna nýtingu og verndun hafsvæða Íslands. Ef við horfum á til dæmis okkar stærstu sjófuglastofna þá eru þeir flestir háðir sandsíli og við höfum heyrt það í fréttum núna síðustu ár og mælt að það hefur orðið svona hálfgert hrun í afkomu margra þessum stofnum og það tengist væntanlega sandsíli fyrst og fremst en það er líka mikilvæg fæða þorsks þannig að við erum svona með þarna einhverja tengingu. Þetta eru mjög stór kerfi og það er ómögulegt að taka þau inn í rannsóknarstofuna þannig að skilningur á þeim hann er eiginlega háður því að við höfum gagnasett sem að spanna yfir mjög mörg ár. Þá getum við svona tengt atburði eins og eðlisþætti í hafinu við viðgang átu og fiskistofna og svo við nytjastofna eins og þorsk og svo fuglastofna. En þar kannski stendur hnífurinn í kúnni að við höfum ekki þessi langtíma gagnasett ennþá. Og sem dæmi að nefna sandsíli sem er svona undirstöðu tegund á Íslandsmiðum. Stendur undir bæði nytjastofnum fiska og eins okkar stærstu sjófuglastofnum. Að það er tiltölulega nýfarið að rannsaka sandsíli að því marki að við getum notað þær upplýsingar til þess að tengja við afkomu nytjastofna og sjófugla. Við megum búast við því að högg sé að koma hér í þessa stóru stofna sem við hýsum á Íslandi. Og við vorum nú vonast til að þetta ástand færi nú batnandi núna í sumar en þetta lítur ekki vel út. Við vorum hér við mælingar í morgun og þar vorum við að tína upp dauða unga. Þannig að þetta veit ekki gott en við skulum sjá hvað setur. Krían er sérstaklega viðkvæm fyrir umhverfisbreytingum vegna langrar farleiðar frá einu heimskauti á annað gefst henni stuttur tími til varps. Því miður misfórst varpið í sumar á Snæfellsnesi eins og það gerði í fyrra og ungadauðinn var 90%. Kreppan er þó ekki einungis bundin við kríuna því hún endurspeglar stærri vanda í hafinu. Úr sjófuglum yfir í rannsóknir á vaðfuglum. Spóinn er einn algengasti varpfuglinn í íslenskri náttúru. Rannsóknir á spóanum snúast vistfræði hálfgróinna áreyra en markmiðið er að meta mikilvægi þeirra fyrir heimstofn þessa fugls. Stór hluti allra spóa í heiminum verpir á Íslandi. Ég er að bera saman áreyrasvæði og önnur búsvæðisspóa. En spóin sækir mikið í þessi hálfgrónu áreyrasvæði sem eru svona svæði þar sem jökulár flæða reglulega í bakka sín og halda
gróðurframvindunni niður á ákveðnu stigi sem virðist henta honum mjög vel. Við erum með 40% af heimstofni þessa fugls. Þessi svæði getur verið að breytast vegna hlýnandi loftslags og hópuna jökla þar af leiðandi og minni sauðfjárbeitar, auk þess sem tegundir eins og lúpínur hafa verið að taka þetta dálítið yfir. Ég er að finna hreiður og fylgjast með þeim, afkomu þeirra, hvort að þeir ná að klekjast. Og ég reyna að merkja fuglana sem eru á hreiðrunum, af því að þetta hjálpar mikið til að vera með merkta fugla upp á seinni tíma og er líka að mæla þá og vigta þá. Hvort að sé að finna einhver tengsl á milli einhverja líkamseinkenna og einhvers annars búsvæða eða varpárangurs. Ég hef reyndar verið með myndavélar á hreiðrunum til að athuga að skoða hvernig fuglarnir skipta álögin á milli sín og hvað þeir eru líka að sitja stíft á hreiðrinu og eins líka hefur verið með myndavélar til að gá hvort við hittum á afrán. Sem stendur hefur við nú ekki náð mikið af svona hefðbundnu afráni. Það hefur náð einni mynd af refnum en síðan hefur búfénaðurinn verið að fara í þetta. En það getur þetta verið að það stafi einhverju leyti að þeir laðist að myndavélinni. En ég hafði nú reyndar svo sem ekki mikið spáð í spáan áður en leiðbeinandi minn stakk upp á þessu verkefni. Hann einhvern veginn bara var alltaf þarna. En maður hafði gerð sér ekki grein fyrir því að hann er í rauninni verið tiltölulega lítið rannsakaður. Eins með lóuna sem er nú annar okkar aðal. Eða svona þessi fuglar sem svona flestir ætti að þekkja. Fuglarnir eru töfrandi og vekja oft undrun manna. En undrunin er einmitt ein algengasta tilfinningin sem fólk upplifir gagnvart náttúru Íslands. Þessu hefur Guðbjörg Rannveig Jóhannesdóttir, doktorsnemi í heimspeki komist að í rannsókn sinni á fagurfræðilegri upplifun á náttúrunni. Ég vil skoða reynslu fólks, bara beina reynslu fólks af íslenskri náttúru og ég tók svona 2 landslagsgerðir sem dæmi sem eru svona einkennandi fyrir Ísland en eru sjaldgæfar annar staðar og það er jöklalandslag og háhitalandslag og það sem er einkennandi fyrir upplifanir fólks af þessum landslagsgerðum það er svona ákveðin undrun og líka upplifun af hinu háleita eða the sublime. Það sem að fólk svona finnur fyrir smæðsinni og sér einhvern veginn eins og ógnar krafta náttúrunnar og hvernig þeir móta landslagið og ímyndunarafl á líka mjög stóran þátt í upplifuninni. Það sem að vegna þess hvað er sýnilegt í landslaginu, hvernig landi mótast og þróast, að þá vekur það upp svona ímyndunarafl hjá fólki og það fyrir einhvern veginn að sjá fyrir sér þessa rosalegu krafta. Og ég held að það sé líka svolítið sem að er ástæðan fyrir því að fólk er svona spennt fyrir þessu erlendis frá. Þetta er eitthvað sem þú sér mjög sjaldan í heiminum. Svona rosalega sýnileika þessa afla ís og elds. Þannig að það er kannski eitthvað sem er svolítið sérstakt við fagurfræði íslenskrar náttúru. Að upplifa fegurð í náttúrunni og það hafi eitthvað svona áhrif á mann og sé manni mikilvæg reynsla. Ef það er ekki til eitthvað svona tungumál til þess að ræða þetta af alvöru, að þá verður þetta minna aðgengilegt fyrir fólk að taka eitthvað mark á þessari reynslu og hún hafi eitthvað gildi fyrir okkur og skipti ykkur máli. Það er eiginlega þess vegna sem ég held að skipti mjög miklu máli að rannsaka þetta til þess að bara gera fólki grein fyrir því hversu mikilvægt þetta er og að það sé hægt að tala um það alvarlega, það sé ekki bara eitthvað svona þessi vola rómantískur og finnst rosa gaman að horfa á fegurð í náttúrunni og það skiptir hún engu máli. Að þetta sé eitthvað sem að skiptir okkur mjög miklu máli. Náttúran er auðlind hvernig sem á er litið og stór hluti þeirrar auðlindar felst í tilfinningalegu gildi, í upplifun sem verður ekki metin til fjár, eða hvað? Við höfum ýmis nota náttúrunni sem ekki eru verðlög sérstaklega. Hins vegar hefur á undanförnum 30-40 árum fleytt mjög fram aðferðafræði innan hagfræðinnar til þess að meta verðgildi hluta sem ekki eru seldir á mörkuðum. Og þetta eru þá hlutir eins og aðgengi fólks að náttúru til þess að stunda útivist, tilvist náttúru, möguleikin á aðgengi að náttúru einhvern tímann í framtíðinni. Allt þetta hefur verið unnið að finna leiðir til að verðleggja og til þess að taka tillit til þessa auðs sem að felst í náttúrunni. Heiðmörkin er perla í útjaðri höfuðborgarsvæðisins sem nýtur mikilla vinsælda. Kristín Eiríksdóttir vinnur að því að leggja mat á verðgildi heiðmerkur. Það er risastórt rannsóknarverkefni í gangi sem að snýra því að verðmeta heiðmörk og alla þjónustu þetta sem hún hefur að bjóða á heildrænan hátt. Ekki er hlaupið að því að verðmeta tilfinningalegt gildi náttúrunar. Hvernig er til dæmis hægt að setja verðmiða á heiðmörkina? Við
notum okkur það til dæmis með útivistarsvæðið að fólk hefur einhvern ferðakostnað og það er að fórna frítíma sínum hérna til að vera á svæðinu. Þannig að við vitum að lágmarki er dvöl þeirra á svæðinu þess virði sem þeir eru að fórna til að komast hingað og vera hérna. Það er svona einfaldasta aðferðin af þessu að geta byggt á raunhegðun fólks. Og þá safnar maður bara gögnum notendurnar á svæðinu og við höfum 2600 útfylltar kannanir frá notendum það hvað þeir eru að gera á svæðinu, hvaðan þeir koma og hversu lengi þeir eru, hversu margir eru í hverjum bíl. Þannig að við höfum ansi nákvæmar upplýsingar notendurnar og út frá þeim gögnum er í raun og veru ekkert mjög flókið að reikna út þennan lágmarks ábata notenda. Veigamestu rökin fyrir því að beita þessum aðferðum er ekki endilega að við getum sett inn í þjóðhagsreikningana að við eigum svo og svo mikið af náttúru. Heldur meira að við getum áttað okkur á því hverju erum við að fórna þegar við veljum að breyta nýtingu náttúrunnar. Brynhildur Davíðsdóttir, dósent í umhverfis- og auðlindafræði, bendir á að þjóðhagslegur ábati framkvæmda verða að vera meiri en kostnaðurinn. Við efnahagslegt mat á virði heiðmerkur kemur hugtakið sjálfbærni oft við sögu. Sjálfbærni felur í sér að þá erum við að reyna að þróa okkar samfélag á þann hátt að við mætum þörfum nútímans án þess að ganga á möguleika komandi kynslóða að uppfylla sig eigin þarfir. En það sem er yfirleitt misskilið varðandi sjálfbærni er það að hún er ekki bara umhverfisvernd, felur ekki bara í sér umhverfisvernd. Heldur ætíð felur í sér þrjár víddir, það er að segja umhverfislega, hagræna og félagslega. Og þær síðan skarast og áskorun sjálfbærrar þróunar er að mæta eða uppfylla skilyrði hagþróunar eða leyfa hagþróun að halda áfram en uppfylla á sama tíma umhverfisleg og félagsleg markmið. Samfélagið er umlukið náttúru auði. Hann gefur af sér margvíslegar afurðir sem við nýtum með ýmsum hætti. Þessar afurðir kallar Brynhildur þjónustu náttúrunnar. Þjónustu náttúrunnar, hún er allt það sem að maðurinn fær frá náttúrunni. Og maðurinn og hagkerfi mannsins er umlukið náttúruauðnum, alveg eins og við eigum eitthvað sem heitir mannauður. Þá eigum við eitthvað sem heitir náttúruauður. Og frá honum fáum við mikil verðmæti sem er skilgreind sem þjónusta náttúrunnar. Og það sem við erum að reyna að gera í okkar rannsóknum er að meta mikilvægi þessarar þjónustu í efnahagslegum skilningi. Til þess að við gerum okkur betur grein fyrir mikilvægi þess að viðhalda náttúruauðnum. En viðhald hans er í raun og veru ein forsenda sjálfbærni. Náttúruefni og lyfjasprótar til að sigrast á sjúkdómum geta flokkast undir þá þjónustu sem náttúran veitir. Rannsóknir sýna að það getur stundum verið undir okkur sjálfum komið, hvort við þurfum á lyfjum að halda. Vísindamenn háskólans hafa bent á að unnt sé að bæta hreyfingu og stuðla að hollara mataræði hjá ungu fólki og auka þannig heilbrigði. Í okkar fyrstu rannsóknum sem við gerðum þá komumst við að því að krakkarnir voru að fitna og hreyfðu sig minna og þurftu á virkilegum einhverjum aðgerðum að halda. Þannig að við gripum til þess ráðs árið 2006 að setja í gang mjög stóra íhlutunarrannsókn í 6 skólum í Reykjavík sem var stýrt héðan frá Laugarvatni. Og í þeirri rannsókn þá komumst við að mjög áhugaverðum niðurstöðum, meðal annars að við vorum með meiri hreyfingu í skólunum, í almennu skólastarfi og í íþróttakennslu og breyttum mataræði og matarvenjum krakkana. Þá öðluðust við betri heilsu og urðu betur á sig komin og þeim gekk betur í skóla og vonandi mun þetta notast þessum krökkum allt lífið. Nú hafa Erlingur og samstarfsmenn hans ákveðið að fylgjast að nýju með sama fólki og áður í nokkurs konar framhaldsrannsókn. Markmiðin er að athuga hvort að þessi þættir hafi breyst eitthvað sem við skoðum hjá þessum krökkum þegar við vorum 9 og 15 ára að 8 árum liðnum, hvort að sömu krakkarnir eru jafn sprækir og voru eða hvort að aðrir eru orðnir feitari eða hvort að lífsmunstur og lífstíll þeirra hefur eitthvað breyst. Nú líka hvort að það fylgir þeim allt lífið að vera í góðu formi, þeir sem eru í góðu formi, því við megum alls ekki gleyma því að 60% okkar krökkum eru í mjög fínu formi og standa sig vel. Lífsstílssjúkdómar valda auknum kostnaði í heilbrigðiskerfinu og því er til mikils að vinna ef unnt er að auka heilbrigði þjóðarinnar. Það eru margar rannsóknir sem sýna það að hvernig fólk lifir þegar það er ungt fólk, bæði hvað varðar hvort það hreyfir sig mikið, hvort það borðar hollan mat
og hvernig lífið það lifir, það er mjög mikilvægt atriði fyrir lífsgæði og annað slíkt seinna í lífinu. Góð heilsa er öllu mikilvæg og svefnin er lykillinn að því að viðhalda henni. Erna Sif Arnardóttir rannsakar kæfisvefn og áhrif svefntróna